regnskógar eyðimerkurinnar. Þegar eyðimerkur Nevada og austurhluta Kaliforníu eru bornar saman við eyðimerkur Íslands, þá einn munur sérstaklega sláandi, hvað þær fyrrnefndu eru miklu betur grónar. Gróðurinn að vísu þyrkingslegur, en hann nokkuð samfelldur. Mest áberandi eru runnar af körfublómaætt sem kallast á ensku rabbit bush og sagebrush. This is sagebrush country. En þeir fyrrnefndu voru blómstrandi gulum blómum þegar skógræktarfólk fór þessar eyðimerkur. Meiri áhuga vakti þó furutegundin Pinus monophylla sem víða myndaði gisna skóga í fjöllunum. Svo eftir því sem við förum núna austar og þá eru meira tré. Furur bera nála sína í knippum sem eru í raun dvergsbrotar á grinnunum svipað og á lerki. Furuættkvíslinni skipt í tvennt á grundvelli þess og gjarnan talað 2 nálafurur, til dæmis eins og stafafura, og 5 nálafurur, eins og til dæmis lindifura. Eftir því hversu margar nálar eru í hverju knippi. Ekki fylgja þó allar furur þessari meginreglu. Sumar 2 nálafurur eru með 3 eða jafnvel 4 nálar í knippi og til eru 5 nálafurur sem eru með færri en 5. Ein þeirra aðeins með 1 nál í knippi og því vart hægt að tala knippi. Það þessi í eyðimerkurfjöllunum Nevada og Kaliforníu og kallast á ensku single leaf pinyon. Pinjónskógarnir eru mjög heillandi. Vegna þurra loftslagsins eru þeir náttúrulega gisnir og auðvelt að ganga það. Trén eru oftast aðeins 2 til 5 metrar á hæð, kræklótt en oft einstofna með breiðar krónur. Þetta eru skógar bonsai-trjáa. Fræ þessara furu eru mjög stór og voru áður mikilvæg fæðu uppspretta frumbyggja á svæðinu. Nú það einkum nokkrar tegundir fugla og íkorna sem njóta þeirra. Fyrir vikið eru skógarnir mjög líflegir þrátt fyrir eyðimerkurloftslagið. Ekki þykir fyrirfram líklegt að einnar nála fura geti þrifist á Íslandi. Í Hvítufjöllum í Kaliforníu vex hún þó í tæplega 3000 metra hæð og þar aðeins ofar vex broddfura sem þrífst á Íslandi. Stengjörður viður þarna í hlaðinu. This is petrified. Já, vá.